Fundur settur í bæjarstjórn Akraness. Þetta fundur númer 1359. Á fundinum sitja eftirfarandi aðalmenn. Það Ragnar B. Sæmundsson, Líf Lárusdóttir, Guðmundur Ingþór Guðjónsson, Líf Ósa Skarstað, Sædís Alexía Sigurmundsdóttir, Jónína Margrét Sigmundsdóttir, Kristinn Hallur Sveinsson og svo situr fundinn í fjarveru Valgarðs Lyngdals Jónssonar, Björn Guðmundsson sem þá varamaður Valgarðs, en Björn hefur setið áður í bæjarstjórn, ef ég skil rétt á tímabilinu 2006 til 2010 sem hann var þá varamaður og hefur því setið fund áður. Við bjóðum hann samt sérstaklega velkominn á sér fyrsta fund á þessu kjörtímabili. Og svo Einar Brandsson sem hér talar og gegnir stöðu forseta í forföllum okkar aðalforseta. Einnig situr fundinn Steinar Dagur Adolfsson, sviðsstjóri stjórnsýslu og fjármálasviðs, og hann mun skrifa fundargerðina. Væntanlegur á fundinn Sævar Freyr Þráinsson bæjarstjóri, en hann væntanlegur innan tíðar. Ég býð alla fundarmenn velkomna og þá sem á okkur hlýða velkomna til þess að hlusta á þennan fund. Fundurinn í 7 liðum, 7 dagskrárliðir, og þar sem fyrsti dagskrárliðurinn skýrsla bæjarstjórnar, þá munum við fresta þeim lið þangað til að bæjarstjóri kominn. Þannig að við byrjum á öðrum lið sem hefur málsnúmerið 2209-259, stefnumótun Akraneskaupstaðar. En á bæjarstjórnarfundi 7. júní síðastliðinn var bæjarstjóra falið að vinna erindisbréf vegna fyrirhugaðrar stefnumótunar vinnu bæjarstjórnar Akraness vegna tímabilsins 2022 til 2026. Á fundi bæjarráðs þann 7. október síðastliðinn samþykkti bæjarráð fyrirliggjandi erindisbréf stýrihópsins stefnumótun Akraneskaupstaðar og einnig samning við KPMG verkefnið, og bæjarráð vísar málinu hér inn til endanlegrar afgreiðslu. Þannig að erindisbréfið í gögnunum og þar kemur líka fram hverjir munu sitja í starfshópnum. Þannig að orðið laust þennan lið. Ef einhver hefur, það bæjarfulltrúinn Sædís Alexía Sigurmundsdóttir sem ætlar að taka til máls, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég langaði bara að koma upp og þakka fyrir að setja þetta verkefni í forgang eftir að við myndum á það hvort það hafi síðasta fundi eða það síðasta fundi, og bara leið langar með að fagna þessu verkefni. Það frábært að sjá að vera veruleika.
Mikil þörf að við leggjum línurnar mótun heildarstefnu fyrir sveitarfélagið okkar. Mér finnst bara vinnan flott og þau gögn sem lögð fram bara mjög lýsandi og skýr og ánægð með hópinn sem mun þarna starfa og þakka ég líka bara fyrir það traust að fá að leiða hópinn. Takk. Sædís Alexía Sigurmundsdóttir hefur lokið máli sínu og eru fleiri sem að vilja taka til máls, svo ekki. Þannig að það liggur fyrir tillaga til bæjarstjórnar sem svona: Bæjarstjórn Akraness samþykkir fyrirliggjandi erindisbréf stýrihóps stefnumótun Akranesskaupstaðar og samning við KPMG verkefnið. Þeir sem eru því sammála, gefum ekki. Það samþykkt samhljóða. Þá hér þriðji liður samkvæmt dagskrá. Hann hefur málsnúmerið 2201-002. Það eru fundargerðir bæjarráðs 2022 og fyrirliggja 2 fundargerðir. Það er fundargerð 3509 frá 30. september og 3510 frá 6. október. Orðið laust þessar fundargerðir. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þessar fundargerðir eru þá með lagðar fram og þá það 4. liður sem hefur málsnúmerið 2201-003. Það eru fundargerðir velferðar- og mannréttindaráðs 2022. Talið 1 fundargerð 189 frá 4. október 2022. Orðið laust þessa fundargerð. Það Líf Ósa Skarstad, bæjarfulltrúi sem hefur hvatt til hljóðs, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og aðrir sem á hlýða. Ég ætla að bara spyrja hérna út í fundarlið 2 í velferðar- og mannréttindaráðs varðandi samræmdu móttöku flóttafólks. Ég vil bara fá eiginlega að vita hvar við stöndum í því, hvort það sé búið að taka einhverja ákvörðun innan velferðar- og mannréttindaráðs þetta og bara jafnframt að hvetja okkur sem hér sitjum til þess að fara í þetta verkefni þar sem að sá fjöldi flóttafólks sem nú streymir til landsins alveg mikill og við þurfum að passa okkur á því að skorast ekki undan þeirri ábyrgð sem við höfum, samfélagslega ábyrgð, þurfum að taka á móti þessu fólki og jafnframt að nýta þá þekkingu sem að skapaðist hér við móttöku síðasta hóps og bara halda vel utan það. Þannig að, já, takk fyrir. Líf Ása Skarstad hefur lokið máli sínu og orðið laust og það bæjarfulltrúinn Kristinn Hallur Sveinsson, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Já, við fengum kynningu á samningsdrögunum við ríkið varðandi móttöku og flóttafólki. Og í raun og veru var þetta bara kynning fyrir samningnum og á þessum samningi og hverju hann innifelur. Það engin ákvörðun tekin í velferðarráði og mannréttindaráði á náttúrulega umræðu í bæjarstjórn. Og innan þeirra flokka sem eru þá í bæjarstjórninni, sko. Og það raun og veru staðan sem núna. Við ákváðum að bara vísa þessu áfram til bæjarfulltrúa. Varðandi móttöku á flóttafólki, ég alveg sammála því við verðum að standa okkar plikt í því, en við verðum líka að tryggja það að við séum að fá það frá ríkinu sem þarf til.
það svolítið þar sem við erum að horfa núna, hvernig áframhaldandi viðræður þetta spilast út, vegna þess að þetta ekkert alveg komið á hreint. Ég vil bara benda það, við höfum alltaf tekið á móti flóttafólki frá Úkraínu, við erum nú þegar með rúmlega 30 manns frá Úkraínu sem fá þjónustu frá Akraneskaupstað sem flóttafólk og það náttúrulega svona, það ekkert sveitarfélag búið að ganga inn í samninga að svo ég viti til. Þannig að við þurfum bara aðeins að horfa á þetta og meta þetta, en ég alveg sammála því að við sem kaupstaður eigum náttúrulega líka að taka á okkur þessi byrðar sem allt landið tekur og taka vel á móti fólki og tryggja það að það njóti sig í því samfélagi sem hér Þannig og það gerum við náttúrulega með því að tryggja það að við fáum borgað fjármuni inn í húsnæðiskerfið, inn í skólakerfið til þess að þjónusta þá sem þurfa það þjónustu. Við náttúrulega búum vel að fyrir reynslu en þetta eru mörguleiti ólíkir hópar og ólíkar áskoranir, en það eru vissilega samkvæmt þessu samningi sem sagt hann opinn, þannig að þetta ekki einvörðingur fólk frá Úkraínu sem hann snýr að öllum sem koma upp á landvistarleyfi sem flóttafólk. Og það jákvætt þess vegna. Já, Kristinn Hallur Sveinsson hefur lokið máli sínu og orðið laus. Það ekki fleiri sem kveða sér hljóðs, þannig að þá þessi fundargerð lögð fram. Við bjóðum bæjarstjórunum Dagru Frey Þráinssyni velkomin í sal. Við ætlum að taka eitt lið enn til þess að gefa honum aðeins handrými og áður við hleypum honum í púlt. Þannig að við ætlum að taka 5. fundalið sem hefur málsnúmeri 2201 004, fundargerðir skóla- og frístundaráð. Það fundur númer 200 frá 5. október 2022 og orðið laust þessa fundargerð. Orðið laust. Það enginn sem kveður sér hljóðs, þannig að þá þessi fundargerð hér með lögð fram. Og þá tökum við fyrir fyrsta liðinn sem var á útgefni dagskrá. Hann hefur málsnúmeri 2203 034, skýrsla bæjarstjóra 2022. Það bæjarstjórinn Sævar Freyr Þráinsson sem tekur til máls, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og þeir sem á að hlýða. Ég ætla að flytja ykkur skýrslu bæjarstjóra fyrir tímabilið frá 8. mars og fram til dagsins í dag. Ég ætla að reyna að setja á skjá með ykkur. Þeir sem eru heima geti fylgst með glærukynningu sem ég búinn að útbúa búið að útbúa. Og ætti núna að koma á skjáinn. Já. En ég ætla að byrja á því að fara svona yfir þetta. Ég hef skipt þessu þannig upp að við fjöllum svona helstu atburði sem hefur verið unnið af út frá þeim svona starfssviðum sem við erum með hér hjá Kaupstaðnum. Og ef við byrjum á skipulags- og umhverfismálum, þá var búið að
að takast á við ýmiss konar verkefni sem er búið að ljúka á þessu tímabili og mikið búið að vera í gangi hjá okkur hjá Kaupstað. Þau helstu hægt að sjá hér á skjánum en það sem ég ætla að fara yfir ýmislegt fleira. Í framkvæmdahliðinni erum við búin að vera í framkvæmdum við gatnagerð í Skógarhverfi 3A sem lokið. Þar eru 6 raðhúsalengjur og 11 einbýlishús. Útboðsferli í gangi fyrir fyrstu áfanga í gatnagerð í Skógarhverfi 3C og 5. Unnið að útboðsgögnum fyrir gatnagerð í Flóahverfi sem eiga að vera tilbúin í janúar 2023. Og boðið verður út gatnagerð bæði fyrir almenna hluta og matvælahluta hverfisins. Verið að vinna útboðsgögn vegna gatnagerðar á Sementsreit og hafin uppbygging á reit C. Hafin vinna við uppsetningu og ytri frágang á íþróttamannvirkjum á Jaðarsbökkum og reiknað með að framkvæmd ljúki á fullu árið 2024. Útboð á C-álmu grundaskóla verður í nóvember 2022 og reiknað með að framkvæmdir hefjist í febrúar 2023. Lok framkvæmda síðan áætluð í lok árs 2024. Endurgerð lóða hélt áfram við Brekkubæjarskóla og Grundaskóla árið 2022 og framkvæmd við Reiðhöll nær lokið. Vonustu til að þar opni innan skamms tíma. Og húsið svo sem komið í notkun en það svona formleg vígsla eftir. Stefnt að bjóða út verkfræðihluta vegna endurgerðar á fyrstu í Brekkubæjarskóla sem að 4. áfanga sem reiknað með að ljúki árið 2025. Og á hæð verður rými fyrir hjúkrunarfræðing, sálfræðing, sérkennslurými, tónlistarstofur, verkgreinastofur, matsal, eldhús og stækkun á anddyri og nemendasvæði. Og starfshópar í gangi vegna samfélagsmiðstöðvar, þar fjölliðan hver og þorpið og átahús ásamt húsamóttöku og búkollu. Mjög spennandi verkefni þar sem mikilvægt að ljúka fyrst vinnu starfshópa áður en hægt að klára hönnun og áður en að við förum í útboð á þeim verkefnum. Og svo verkframkvæmd við nýjan leikskóla sem lýkur í janúar 2023 og þetta erum við að vonast til þess að við náum að gera þetta fyrr en 2 deildir verða teknar í notkun samkvæmt áætlun það gert ráð fyrir að það verði núna í október á þessu ári. Og í skipulagsmálum verið að svara athugasemdum sem framkomu endurgerð aðalskipulags og aðalskipulag þetta gríðarlega mikilvægur þáttur í því hvernig við ætlum að vinna bæði að húsnæðisuppbyggingu í bænum og svo atvinnuuppbyggingu á næstu misserum og mjög stefnumarkandi fyrir það hvernig við ætlum að þróa okkar bæjarfélag áfram næstu áratugina má segja. Og deiliskipulag við Hausthúsatorg og Flóahverfi lokið. Hafin vinna við deiliskipulag á norðurhluta Dalbundareits. Hafin vinna við breytingu á deiliskipulag á Smiðjuvöllum 12-22. þar sem koma íbúðir í stað verslana og athafnasvæðis. Verið að undirbúa skipulag í Höfðaseli og Grjótkelduflóa. Í framhaldi af samkynnu á Breið hafin vinna við að klára skipulag á svæðinu og skipulagsvinna við Jaðarsbakka að hefjast sömuleiðis. Í mennta- og menningar sviðinu ýmislegt sem þar heyrir undir og það helsta hægt að sjá hér á glærunni en unnið að því að aðlaga breytt svið að menningar- og safnamálum sem voru saminuð inn á skóla- og frístundamál undir sviðinu mennta- og menningarsvið. En þessar skipulagsbreytingar tóku gildi núna í vor. Og verið að innleiða lög samþættingu þjónustu í þágu farsælda barna og mikið samstarf í þessu tengt með velferðar- og mannréttindasviði. Menntastefna var samþykkt í skóla- og frístundaráði 19. október og
tengt velferðar og verið að innleiða lög samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna og mikið samstarf þessu tengt með velferðar og mannréttindasviði. Og menntastefna var samþykkt í skóla- og frístundaráði 19. apríl og innleiðingar og kynningarferli fyrir stefnuna í mótum á sviðinu. Það aðeins verið að aðstofa mig hérna við rafmagnsmál á tölvuna, þannig að ég held bara áfram. Og nýr samningur var gerður við IA sem mjög merkilegu samningur vegna verulega aukinna styrkja sem voru afgreiddir af fyrri bæjarstjórn. Undirbúningsvinna í gangi í kringum hönnun á samfélagsmiðstöð og búið að kaupa fartölvur fyrir alla nemendur 9. og 10. bekkjar og nú verið að klára reglur snúa að notkun þeirra við að skoða kaup á hleðsluskápum áður en þær verið afhentar. Í húsnæðismálum er verið að undirbúa það að taka við þessum deildum sem ég myndist á í leikskólanum, að taka það í notkun núna í lok október og öll framkvæmdin fyrir utan deildir á annar hæð verður síðan tekið notkun í janúar eins og áður var minnst á. Og ástand húsnæðismála hefur reynt á margar stofnanir á mennta- og menningarsviði en mismikið þó. Mikið af framkvæmdum eru búin að eiga sér stað á árinu og snúa að því að bæta loftgæði stofnana og verið lagt töluvert upp úr því að nýta tækifærið og fara í nauðsynlegt viðhald í leiðinni til að nýta samlegðaráhrif. Í menningar- og safnamálum undir menningar- og mennta- og menningarsviði síðan búið að vera að vinna með 80 ára afmælisár Akraneskaupstaðar og hefur tekist gríðarlega vel í mörgum verkefni hjá okkur. Það var ráðist í margskonar á þessu tilefni og má þar nefna að útbúið var sérstakt afmælislógó kaupstaðarins. Afmælistertur voru sendar til allra stofnana og skagamönnum sem höfðu 80 ára á árinu var boðið í vígslu á Dalbraut 4 þar sem þeir var afhentur konfektkassi og afmæliskveðja frá Akraneskaupstað. Og þeir sem ekki mættu fengu heimsendingu á gjöfinni. Auk þess var settur á Akratorgi ljósmyndasýning sem spannar 80 ára sögu kaupstaðarins og síðast en ekki síst má nefna ýmis fyrirtæki sem gáfu kaupstaðnum vegglistaverk sem eru víðsvegar bæinn og eru þau verk að taka á sig lokamynd. En framundan einmitt formleg vígsla þessara verka núna á vökudögum hjá okkur. Vetrardagar voru haldnir 17. til 20. mars þar sem ýmsir listamenn opnuðu dyr sínar fyrir gestum og gangandi. Sjómannadagur 17. júní og yrkidagar fóru fram á Akranesi síðastliðið sumar en dagskrá hátíðanna voru með fjölbreyttum hætti og gefið í svolítið í dagskránni á tilefni af 80 ára afmælisárinu. Það var lögð áhersla á fjölbreytt og skemmtileg dagskrá sem var bæði fyrir börn og fjölskyldufólk. Eins og við minntist á áðan að þá eru vökudagar nú í fullum undirbúningi og verða 27. til október til 7. nóvember og fer þátttaka listamanna fram úr björtustu vonum og má búast við glæsilegri dagskrá sem verður auglýst innan fárra daga. Á fjármála- og þjónustusviði búið að vera að vinna með viðhaldsvottun vegna jafnlaunavottunar og hún var staðfest 4. apríl síðastliðinn og þetta staðfesting á Akraneskaupstaðar hefur staðist úttekt vegna jafnlaunavottunar. Það gríðarleg vinna hjá okkur hverju sinni hverju ári að fara í gegnum alla þætti sem snerta jafnlaunavottun og starfsfólk sem hafa komið að þessu, mannustjóri og launadeild og sviðsstjóri á fjármála- og þjónustusviði að leggja gríðarlega hart að sér við að tryggja að þessi vottun haldi. Ársuppgjör kláraðist í apríl og fyrri umræða ársreikning fór fram í bæjarstjórn þann 27. apríl og síðari umræða samþykkt í 10. maí.
Skipulagsbreytingar voru síðan samþykktar í bæjarstjórn 10. maí síðastliðinn og voru þar margvísleg verkefni sem tengjast þessu þætti, bæði auglýsingar starfs deildarstjóra, reikningshald og greininga og ýmislegt sem snúa að stjórnsýslu þáttum sem þarf að tryggja að standist rétta framkvæmd laga í hvað þetta varðar. Sveitarstjórnarkosningar voru síðan 14. maí og það eru gríðarlega margþætt verkefni sem að koma inn á borð sviðsstjóra í þessu verkefnum sem að snerta þá bæði framkvæmdina, skipa nýra bæjarstjórnar sem tók til starfa og þetta góða fólk sem situr þennan fund væri í rauninni ekki löglega kosin ef ekki væri fyrir vinnu þessa góða fólk sem að hér að undirbúa þetta. Og svo undirbúningur fjárhagsáætlanagerðar sem nú hafin á fullum þunga en samþykkt var tíma- og verkáætlun fyrir áætlanagerðina í bæjarráði þann 28. júlí síðastliðinn. Mörg verkefni tengjast fjárhagsáætlun, til dæmis undirbúningur á launaáætlunum, grunnforsendur fjárhagsáætlunar og gerð verklagsreglna fjárhagsáætlanagerðina. Það lögð metnaður í það að þjónusta vel bæjarfulltrúa sem að taka stefnumarkandi ákvarðanir og við erum þá að undirbúa ýmiss konar gögn og skjöl og þau geti sem best metið forsendur og tekið ákvarðanir framhaldið á næsta ári og þetta næstu ár. Við erum sömuleiðis búið að undirbúa frekari rafræn skref sem að ég mun fara aðeins betur yfir hérna á eftir. En þar erum við að vinna þetta samhliða fjárhagsáætlunarvinnunni og sjáum til þess að við séum tilbúin fyrir nútímavæðingu á svona stafrænum áherslum okkar. Á velferðar- og mannréttindasviði réðum við verkefnastjóra vegna móttöku flóttamanna frá Úkraínu 7 til 6 mánaða og var hann í starfi hjá okkur frá apríl og 8 fjölskyldur voru þar inn í verkefninu, þar af 13 fullorðnir og 9 börn. Í verkefni voru nýttar 2 félagslegar leiguíbúðir en hinar 6 komu frá einstaklingum sem að hafa staðið með okkur í þessu frábæra verkefni og við höfum stuðlað að því að þarna séu úkraínskar fjölskyldur að fá samastað. Samtals hafa flutt til Akraness 21 fullorðin og 12 börn frá apríl til september eftir að fleiri flóttamenn komu hingað á eigin vegum til viðbótar að það sem ég nefndi hér á undan. Börnin að sækja leikskóla, grunnskóla og frístundastarf og margir eru komnir í vinnu og mikill vilji hjá flóttafólkinu að vera í vinnu og vera virkir þátttakendur í samfélaginu og mikil ánægja hjá okkur með hvernig hefur tekist til að vinna með þessum frábæru einstaklingum. En í september voru 11 einstaklingar úr þessum hópi á fjárhagsaðstoð. Mikil hvatning hefur verið frá félags- og vinnumarkaðsráðuneytinu til sveitarfélaga að koma inn samræmdri móttöku flóttafólks og umræða hafin hjá velferðar- og mannréttindasviði hvort Akraness sé að gerast móttöku sveitarfélags sem eru þá rætt frekar á næstunni. Og þar aðallega að ræða frekara greiðslur frá ráðuneytinu sem eru þá í boði ef við tökum þetta skref. En þetta svona bíður næstu vikna að fara í gegnum það. Innleiðing farsældarlaganna gengur vel og Akraness eitt af 4 frumkvöðlasveitarfélögum á landsvísu í þessu verkefni. Vinnuhópur innleiðinguna lauk störfum í júní. Þar eru 2 málstjórar í samþættri þjónustu barna sem voru ráðnir inn í ágúst á velferðar- og mannréttindasviði. Tengiliðir komin í verkefnið í grunnleikskólum í haust og einnig frá fjölbrautaskólanum og stofnað hefur verið farsældarteymi þar sem allar beiðnir samþættingu þjónustu eru teknar fyrir ásamt í öll stuðnings- og stoðþjónusta fyrir börn að færð inn í þetta teymi. Í þessu teymi fer einnig fram áframhaldandi vinna og ákvörðunartaka varðandi innleiðingu farsældarlaga.
og verður spennandi að sjá hvernig okkur mun reiða af í þessu verkefni af því að markmiðið auðvitað farsæld barna og hvernig við getum tryggt að við getum stutt við það að börnum líði almennt vel í samfélaginu okkar og styðjum þau til frekari árangurs í samfélaginu og auðvitað þeirra foreldra. Fyrirhugaður flutningur á búsetunar á Holtsbraut 9 yfir á Þjóðbraut 3 næstu mánaðamót og þar mjög stórt skref sem við erum búin að vera að undirbúa núna í nokkur ár og taka sinn tíma að finna leiðir og lausnir og Akraneskaupstaður að kaupa þar eina íbúð sem verður nýtt sem starfsmannaíbúð og síðan munu 5 íbúar leigja sínar íbúðir beint af Brák húsnæðisfélagi sem hefur keypt hinar íbúðirnar. Já, svo vinna samfélagsmiðstöðvar á Dalbraut 8 í fullum gangi og búið að halda samráðsfundi með forstöðumönnum þorpsins, hver og félögunar og vinnufundur með öllum starfsmönnum þessara stofnana. Og næsta skref að halda fundi með notendum, svo við vísum aðeins til þeirra vinnu sem í gangi þar til undirbúnings uppbyggingarnar sem ég fór inn á hér í upphafi. Í mannauðsmálum erum við búin að vera að vinna með ýmis konar verkefni, gríðarlega mikil vinna undanfarið. Akraneskaupstaður meðal annars búin að vera að vinna með jafnvægisvogina og erum að hljóta viðurkenningu þar sem verður tilkynnt núna á næstunni og vinnustaðir sem hafa náð að jafna hlutfall kynja í efsta lagi að minnsta kosti 40-60 geta fengið þessa viðurkenningu og þetta verður tilkynnt núna í beinni útsendingu á morgun kl. 12 og ég ljóstra því þá hér uppi og bið alla akurnesinga sem hlusta að hafa þögn þetta leyndarmál. En mikið hefur verið rætt á árinu og töluverðar breytingar eru í starfsmannahópnum samhliða því. Ráðið hefur verið í 12 störf á árinu og 2 atvinnuauglýsingar eru nú í gangi með aðkomu mannastjóra. Með auðvitað búið að ráða ýmis önnur störf sem forstöðumenn annars sjálfir með einhvers konar aðkomu að ráðgjöf mannastjóra. Og mikil umbylting hefur verið í ráðningum eftir innleiðingu á ráðningakerfinu. Við tókum upp Alfreð sem hefur verið að aðstoða bæði stjórnendur og auðvelda sjálfvirknivæðingu hvað varðar ráðningaferlið hjá okkur. Úttekt á jafnlaunakerfinu sem hefst fljótlega og vinna því tengdu í undirbúningi. Og það þarf að innleiða enn betri lausn til að halda utan þetta kerfið og ferla sem því tilheyra og erum við svona að skoða útfærslu á því hvernig við passum upp á innleiðing ferla og innri úttekta gangi upp hér hjá okkur. Verið að skoða samstarfið Símenntunarmiðstöð Vesturlands fræðslu fyrir starfsmenn og við erum búin að sækja styrk til sveitamentar til að koma þessu á. Einnig verið að skoða rafræna fræðslu fyrir alla starfsmenn Akraneskaupstaðar og verður reynt að sækja styrk til þess. Vinnustaðagreining var lögð fyrir í vor sem við fáum alltaf reglulega niðurstöðu úr og við fengum því miður eingöngu 58% svörun út úr vinnustaðagreiningunni hjá okkur á þessu stigi. Við fengum ágætis niðurstöður, starfsánægja var góð hjá okkur almennt en við erum búin að vera að halda námskeið bæði með stjórnendum og vinna með starfsmönnum með niðurstöðunar og tilstendur að leggja könnunina aftur fyrir að ári og reyna að hækka þá svarhlutfallið. Við þurfum að ná betur utan öryggismál sveitarfélagsins. Það er verið að skipa öryggisnefnd hér á Dalbraut 4 og við erum að hefja vinnu við að áhættumeta öll störf hjá kaupstaðnum til að uppfylla kröfur reglugerðar hvað það varðar. Við erum að gera skriflega áætlun öryggi og heilbrigði eins og vinnuverndarlög gera kveða á
Nú að hefjast vinna við að finna hentuga jólagjöf til allra starfsmanna, en það 750 starfsmenn sem að fá hjá okkur gjöf á hverju ári. En svo erum við að vinna lista yfir störf sem heimild til verkfalls nær ekki til, en þennan lista þarf að vinna á hverju ári og birta í lögbirtingarblaðinu fyrir 1. febrúar ár hvert. Og svo eru margir ferlar hjá Akraneskaupstað, en það þarf vettvang til að birta þá og aðstoða stjórnendur, starfsmenn til að vinna samkvæmt þeim. Og það verið að vinna að gera fleiri ferlar til að uppfæra þá. Við erum með það í skoðun við rafrænu verkefnin okkar, jafnframt að tryggja upplýsingagjöf til starfsmanna varðandi aðgerðaáætlun í tengslum við einelti og kynbundið ofbeldi og kynbundna og kynferðislega áreitni. Og svo búið að hanna nýtt form starfslýsinga fyrir Akraneskaupstað og nýjar starfslýsingar eru settar upp á þessu formi sem eru uppfærðar þegar það þarf að uppfæra starfslýsingar. En varðvætta þarf allar slíkar starfslýsingar á miðlægt á einum stað og erum við að vísa þá til rafræna kerfisins sem við erum þá undirbúið að taka í notkun hvað það varðar. Og svo á verkefnastofu erum við búin að vera að vinna að ýmsum verkefnum og eitt af stóru verkefnum sem að verður haldið utanum á því sviði er að ráðast á næstunni í gerð heildarstefnu fyrir Akraneskaupstað, auk aðgerðaáætlun því tengt með aðstoð frá KPMG. Og svo erum við búin að hefja vinnu við Workpoint innleiðingu, fasa 1 hjá okkur, en þar hefur verið skipaður verkefnahópur en hans hlutverk að vinna innleiðingu á málakerfinu fyrir málastjóra og aðra aðila sem hafa með það verkefni að gera sem tengjast lögum samþætta þjónustu í þágu farsældar barna og Workpoint verður síðan innleitt í allar stofnanir kaupstaðarins í nokkrum fösum, þar sem við munum í fasa 2 fara í skólana og þetta svona skref í því að ná að sjálfvirknivæða þjónustu hjá okkur og fyrsta skrefið sem mun gera okkur kleift að sækja töluvert fram í því að veita öflugri og betri þjónustu á netinu hjá okkur til okkar til íbúa og annar sem sækja til okkar. Og einn þáttur í þessu verkefni að vinna í fullu gangi við að færa alla stofnanir kaupstaðarins í sama tennant. Ávinningur af þessari aðgerð að við náum að auðvelda til muna alla verkefnavinnu þvert á stofnanir eins og í Teams og rekstur á hugbúnaðarumhverfi kaupstaðarins verður einfaldara á í einu tennant umhverfi. Þarna erum við að vísa til svona tæknilegra útfærslu sem eftir Microsoft umhverfi. En vonir standa til þess að vinna Akraneskaupstaðar sem að hefjast við húsnæðisáætlun 2023 verði einfaldari þetta árið. En þetta í annað skipti í röð sem skilað á rafrænu formi, auk þess sem HMS, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, búið að vinna endurbótum frá síðustu skili. Og í húsnæðisáætlunni í ár gerum við ráð fyrir að við munum horfa mun lengra fram á veginn og verða með svona uppbyggingar áform sem að snertir mun viðtakari hugmyndir heldur voru kynntar hér fyrir ári síðan, þar sem við vorum að vinna með tiltölulega afmörkuð svæði sem að þegar eru inn í deiliskipulaginu og þá aðalskipulaginu nýja, hafa verulega áhrif á það hvernig við getum unnið með þetta til framtíðar. Og það eru ýmis verkefni í gangi hjá okkur og í samstarfi við önnur sveitarfélög og vettvangi stafrænna sveitarfélaga sem við erum þátttakandi í og má þar nefna að við erum að huga því að hanna sameiginlegan grunn fyrir spjallmenni og skoða kaup og lausn sem aðlögur verður hjá hverju sveitarfélagi. Við erum að vinna einfaldari skjalavistun fyrir sveitarfélögin og móta sameiginlega sýn flokkun gagna, skjalavinnslu og skjalavörslu ásamt því að undirbyggja rafræn skil til héraðsskjalasafns og þjóðskjalasafns. Þetta mun létta verulega á. Í dag eru starfsmenn kaupstaðarins en árið 2022 og þetta mjög víða svo hjá sveitarfélögum
að prenta út á pappír gögn til að uppfylla lagaskyldur, sem er í rauninni alveg merkilegt að við séum ekki búin að ná að færa á rafrænt form. Það verður til ansi dýr kostnaður hjá sveitarfélögum sem að reka héraðsskjalasöfn, þar sem verið að bæta við fermetrum fyrir hvert skjal sem að þarf að vista með þessum hætti, og markmiðið auðvitað þarna munum við ná bæði að einfalda vinnuna fyrir starfsfólk og líka hagræða til lengri tíma þegar kemur að húsnæðiskostum undir svona skjalageymslur. Og þá náum við að gera rafræn skil að raunhæfum kosti fyrir sveitarfélög og skoða þá getu héraðsskjalasafna til að taka á móti gögnum rafrænt, þannig að það kemur auðvitað eitthvað annað tilbaka í þeim kostnaði á móti. Ég langaði líka aðeins að koma inn á Breið þróunarfélag, en Breið nýsköpunarsetur er orðið iðandi af fullu lífi þar sem öll rýmin eru orðin fullskipuð og örfá pláss eru eftir fyrir samvinnurými og hátt í 100 manns starfa nú í setrinu. Eitt af áhugaverðustu verkefnum í húsinu er nú Running Tide sem vinnur að loftslagsmálum með því að kolefnisbinda þara í sjó og stefna þeir á 10-15 störf í húsinu innan árs og svo frekar aukningu næstu árin, og þetta eru uppbyggingar áform þeirra töluvert líka á Grundartanga. North Marine Ingredients er einnig áhugaverður aðili sem stefnir á 5-7 störf innan tíðar og er með starfsemi í húsinu. Íbúafundur var haldinn í sumar með aðkomu Running Tide og það sem við kynntum Breið og framtíðarsýn þeirra á Breiðunni. Og var áhugavert að sjá möguleikana sem við erum með í þessu magnaða loftslagsverkefni. Í júní árið 2022 var úrslit kunngerð í hugmyndaseggjarni á Breið sem Arcthing Nordic sigraði með glæsilegri tillögu, en alls bárust 24 tillögur í keppnina, alls staðar á heiminum, og munum við nú á næstu erum við búin að vera að undirbúa það að hefja sér vinnu við deiliskipulag sem að byggir á þessu verkefni og erum mun það koma hérna inn á borð Akranesstöðvar á næstu vikum. Breið líftæknismiðja er síðan að hefja starfsemi, en hún hlaut einn stærsta styrkin úr uppbyggingarsjóði Vesturlands sem og góðan styrk úr Lóu nýsköpunarsjóði. Þar erum við að búa til aðstöðu fyrir fyrirtæki sem að oft eru í vandræðum með að brúa fyrsta bilið í kaupum á tækjabúnaði og oft eru að fá styrk til þess að hefja vinnu við líftækni verkefni, og þá fer í rauninni allt fjármagni að kaupa tækjabúnað og þau lifa í rauninni ekki af næsta skref. En með því að við séum búin að koma upp aðstöðu með tækjabúnaði, þá hjálpum við fyrirtækjunum að vera með aðstöðu til þess að þau geti náð í rauninni að setja orkuna í aðra liði heldur en tækjakaupin í svona fyrsta stigi í lífi sínu. Og þetta er langtímamarkmiðið að þarna geti orðið flóra margra fyrirtækja sem verði til út úr þessar líftæknismiðju okkar. Velheppnuð tæknimessa var síðan haldin í nýsköpunarsetri þar sem að hundruðir nemenda úr 8., 9. og 10. bekk mættu. Breið þróunarfélag gerðist sömuleiðis stofnaðili að Nývest, nýsköpunarneti Vesturlands sem og Gleipni þróunarsetri á Vesturlandi. Haldin var glæsileg móttaka fyrir vorfund EFTA á Íslandi, þar sem hátt í 100 ráðherrar, þingmenn og samstarfsaðilar mættu í nýsköpunarsetri. Tugir þingmanna og starfsmanna, meðal annars frá öldungadeild Bandaríkjaþings, komu og kynntu sér starfsemi Running Tide og aðra starfsemi í húsinu og finnst mér þetta vera mjög mikinn vottun hvað þessi frábæra vinna okkar og Running Tide er farin að vekja mikla athygli að við séum farin að fá öldungadeild Bandaríkjaþings hingað í heimsókn. En fjöldi heimsókna og listviðburða hafa verið haldir í Breiðinni og nýsköpunarsetrinu og í Hafnargarðshúsinu, þar sem við höfum verið
að kynna okkar starfsemi og má eiginlega segja að það líði ekki vika þar sem við erum ekki að fá gesti í húsið sem að kynna sér það sem við höfum skapað og ekki meira en rúmlega 2 árum að farin að vekja athygli víða hér land. Framundan liggur síðan að klára rammaáætlun eins og ég minntist á áðan fyrir aðal- og deiliskipulagið og klára þá áfram hvernig við getum stækkað enn frekar þessa dýnamísku starfsemi á breiðu nýsköpunarsetri og finna tækifærið fyrir atvinnustarfsemi fyrir grænu iðngarðana og alls staðar á Akranesi. Þarna vinnum við að krafti áfram. Ýmiss konar verkefni síðan verið að vinna á Grundartangasvæðinu sem í gegnum þróunarfélagið á Grundartanga og ég mun kynna það nánar næst þegar ég kem hér með skýrslu bæjarstjóra. Forseti, ég hef lokið málinu. Þakka fyrir í dag. Já, við þökkum Sævari Frey Þráinssyni fyrir hans yfirferð. Ég held að þetta sé mjög góð leið fyrir bæði okkur sem sitjum hér í bæjarstjórn og svo þeirra sem hafa áhuga að kynna sig hvað í gangi hjá okkur hér í bænum. Og þetta mjög góðu vettvangur til að fá svona yfir hvað í gangi. En ég veit að það náttúrulega margt fleira sem í gangi sem að kemur þá kannski í skýrslum bæjarstjóran síðar. En orðið laust skýrslu bæjarstjóra samkvæmt venju og það Líf Lárusdóttir bæjarfulltrúi sem hver sig ljós gjör svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar og aðrir sem á okkur hlýða. Ég þakka bæjarstjóra vorum fyrir góða samantekt. Hér margt í gangi, nóg að tækifærum en ekki síður áskorunum. Ég fagna því sérstaklega sem kom fram að nú sé nánast hvert einasta vinnupláss á breiðu nýsköpunarsetri í notkun og ég held að sé bara mikilvægt að við í þessum hópi hér tökum umræðuna næstu skref vegna þess að við vitum að þetta framtíðin, svona vinnupláss sem fólk getur stunda sína vinnu hér sem að þrátt fyrir að vinnustaðurinn sé staddur einhvers staðar, allt annars staðar, jafnvel út í heimi. Þannig ég vildi bara kasta þessu fram. Takk fyrir. Líf Lárusdóttir hefur þá lokið máli sínu og orðið laust. Það ekki fleiri sem kveða sér hljós, þannig að við látum umræðum skýrslu bæjarstjóra þá lokið og við höldum þá áfram með dagskrána þar sem að þá var horfið í fundargerðir en það 7. dagskráliðurinn 22.01.005 fundargerðir 2022 og það skipulags- og umhverfisráð. Fyrir liggja 2 fundargerðir, nr. 246 frá 27. september og 247 frá 3. október. Orðið laust þessar 2 fundargerðir. Það ekki neitt sem kveður sér ljós, þannig að þessar fundargerðir eru þá hér með lagðar fram. Þá það 7. og síðasti fundarlegur þessa dagskrár. Hann hefur málsnúmerið 22.01.057, fundargerðir 2022 tilkynningar. Það Samband íslenskra sveitarfélaga. Þetta fundargerð númer 913 frá 28. september. Þetta jafnframt síðasta fundargerð þeirra stjórnar sem að láta af störfum. Þannig að orðið laust þessa fundargerð og það bæjarfulltrúi Ragnar B. Sæmundsson, gjör svo vel. Forseti,
bæjarfulltrúar og aðrir sem á Hlíða. Mér langar að koma hérna aðeins upp undir lið númer 3 í fundargerðinni. En það er kannski ekki beint undir þeim lið. Mér langar bara til að benda bæjarfulltrúum á mjög góða fund sem var á vegum sambandsins föstudaginn, 7. sem bara heitir Samtaka hringrásarhagkerfi. Ég fór nú inn á sambandi núna og ég sé að upptakan er ekki komin inn en hún kemur ábyggilega bara í vikunni. Það var mjög fróðlegur fundur og hérna ég held að séu flestir sammála að þetta er stóra verkefnið á þessu kjörtímabili. Það er innleiðing þessara laga og þær breytingar sem þeir hafa í för með sér. Þannig að ég vildi bara benda bæjarfulltrúum á að skora bæjarfulltrúa að horfa á hana fund. Og víst að ég er komin upp, þá vil ég líka, líkt og forseti, bæjarfulltrúinn Einar Brandsson benti á að þá er ný stjórn að taka við og ég vildi nýta tækifærið og óska bæjarfulltrúa Einar Brandsssyni til hamingju með sína setu í stjórninni. Takk fyrir. Ragnar B. Sæmundsson hefur þá lokið máli sínu og við þökkum honum kærlega fyrir þessa ábendingu. Ábyggilega mjög fróðlegt erindi sem að var að benda á. Þetta stórt mál að ræða og í rauninni ættum við sem bæjarfulltrúar að kynna okkur það mjög vel. Ég ætla að þakka honum einnig fyrir hamingjuóskirnar en ég sit sem varamaður í stjórn, er ekki aðalmaður en það er samt mikill heiður að fá að sitja í stjórn eða vera varamaður í stjórn Sambands íslenskra sveitarfélaga. Okkar maður. En fleira liggur ekki fyrir á þessum fundi. Fundi er slitið. Takk fyrir.